Jæja, góðan daginn. Í dag haldinn 61. fundur sveitarstjórnar Múlaþings. Við erum á Hótel Framtíð á Djúpavogi og í dag miðvikudagurinn 15. október 2025 og hefst fundur núna klukkan 16:10. Við höfum verið í tæknilegum örðuleikum og erum því með sérstaka upptöku á fundinum í dag, en við látum það ekki stoppa okkur. Fyrir fundinum í dag eru 22 mál og við ætlum að byrja á máli nr. 1, aðalskipulag Múlaþings 2025 til 2045. Fyrir liggur tillaga að nýju aðalskipulagi Múlaþings sem sett fram í greinargerð forsendu- og umhverfismatsskýrslu auk skipulagsuppdrátta. Meðfylgjandi eru jafnframt ýmis fylgiskjöl og skýringaruppdrættir. Og eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn samþykkir að fyrirliggjandi skipulagstillaga nýs aðalskipulags Múlaþings 2025 til 2045 ásamt fylgigögnum verði auglýst í samræmi við 31. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Og ég ætla að opna mælendaskrá og óska eftir því að sérstakur fundarstjóri, sveitarstjórnarfulltrúi Vilhjálmur Jónsson, taka við stjórn fundarins þar sem að forseti hyggst taka til máls og aðrir varaforsetar eru ekki á staðnum. Forseti sveitarstjórnar hefur óskað eftir að taka til máls. Eftir þessum lið, gjörðu svo vel. Takk fyrir, kæru vinir. Ég hafði nú hugsað mér að hafa smá inngangum nýtt aðalskipulag, enda er ég óskaplega stolt af því. En í ljósi þess að við erum hérna glímaði tæknileika þá ætlum ég bara að reyna að stytta mál mitt hressilega. Við erum búin að vera að vinna að aðalskipulaginu allt kjörtímabilið. Okkar starfsmenn hafa staðið sig gríðarlega vel, það hafa verið opnað íbúafundir. Umhverfis- og framkvæmdaráð hefur verið aðalskipulagsnefndin. Og ég tel að við höfum reynt að vanda okkur og vinna úr þeim athugasemdum sem komu við fyrri auglýsingatillögu. Þá skipuðum við í framhaldinu fulltrúa minnihluta og meirihluta sem unnum með starfsmönnum með því að útkljá og vinna með þær athugasemdir sem bárust á þeim auglýsingatíma. Núna erum við hins vegar komin á það að við erum að koma fram með auglýsingu. Við erum komin á það skipulagsstig. Það þýðir að núna fær að samþykkt sveitarstjórn lokin að þá fær skipulagsstofnun tillöguna. Hún mun fara yfir hana, hefur að mér skilst alltaf 4 vikur til þess og í framhaldinu auglýsir tillöguna í 6 vikur. Á auglýsingatíma verður hún inn í skipulagsgáttinni og þar geta íbúar og aðrir þeir sem telja sig og vilja koma með athugasemdir og tillögur komið með tillögur. Þannig að við hvetjum alla til að kynna sér máli vel og koma þá með athugasemdir telja þeir ástæðu til. Ástæða fyrir því að athugasemdir verða að berast í gegnum skipulagsgáttina á þessu stigi málsins er að nú er málið komið miklu lengra og því er mikilvægt að við fáum allar athugasemdir formlega en ekki óformlega. Á fyrra auglýsingastigi tókum við athugasemdum óformlega. Þannig að ég vil bara hvetja fólk sem áhuga hefur á aðalskipulaginu að kynna sér það og koma með athugasemdir. Þetta er ofboðslega umfangsmikið. Við erum með fjöldan allan af skjölum hér undir og ég held að sé óhætt að segja að bara það að fólk kynni sér skipulagsuppdrættina fyrir sveitarfélagið, þéttbýli og dreifbýli er mjög mikilvægt. Við erum með upplýsingar og skýringarkort landbúnaðarland, takmarkanir og vindorku, vegi náttúru Íslands, ofanflóð og fleira. Þannig að ég set bara aðalskipulagið í hendur kjörinna fulltrúa og legg til að það verði samþykkt og sett í auglýsingu. Takk. Forseti sveitarstjórnar Jónína Brynjólfsdóttir hefur lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá er Ívar Karl Hafliðarsson, sveitarstjórnarfulltrúi. Frú forseti, ég er bara til að tala undir með sveitarfulltrúi Jónínu Brynjólfsdóttir að þetta er ákveðin svona mælsnón sem er komin hérna þegar þetta fer til skipulagsstofnunar og ég vona bara að við fengum töluvert mikið af umsögnum og athugasemdum og öðru sem var brugðist við að miklu leyti eins og hægt var og ég bara vona að fólk þegar það kemur sér aftur í auglýsingu renni yfir þetta. Þetta er búið að vera mikið verkefni og þetta hefur verið undirrikið hjá nefndinni og hjá ráðgjöfum mikil vinna ekki sem við reiknum við líka með að þetta tekur langa tíma og ég held að sé bara svona það sem maður hefur séð að kynnt sér að þetta er bara mikil breyting fyrir okkur að fá nýtt aðalskipulag og sem horfum svona aðeins meira til framtíðar og bara gott fyrir nýtt sveitarfélag að vera komið með sameiginlegt aðalskipulag. Og ég bara vona að sem flestir gefi sér tími að fara yfir tillöguna þegar hún kemur og verður birt eftir að skipulagsstofnun hefur farið yfir hana því að aðalskipulagsnefnd hefur svona margar snertiflötur við samfélagið og bara mikilvægt að svona íbúar
notið tækifærið og ef ég sé eitthvað sem þarna ennþá sem verið ekki rannsókn við, þá ennþá endilega bara gera það. Við munum ekki taka því illa. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason og lokið máli sínu fleiri sem vilja taka til máls undir þessu lið. Svo ekki og þá tökum við tillöguna til afgreiðslu. Nú, fyrirgefðu. Afsaki. Þröstur Jónsson. Gjörðu svo vel. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur, gjörðu svo vel. Já, forseti, annað gott fundafólk. Ég var nú búinn að undirbúa mig að vera alveg ægilega grimmur en nú er búið að fyrir svo mikið tæknilega vandamál, það allir vindur úr mér. En ég skoðaði þessi gögn öll og margt alveg ágætt í þeim, bara margt mjög vel unnið. Ég hef eins og áður sagt þessum stólað og ég dreif mig til hlérs þar að segja að ég hef skilað auðu eða hvorki með á móti þessari skipulagssönnun vegna þess að ég hef ekki almennilega treyst meirihlutanum í það verk eftir svokallaða suðurliðaval. Það sem ég ætla aðeins að tala hérna, ég sé í rauninni ekkert að þessum uppdrættum og það sem ég sé hér á Djúpavogi, Borgarfirði og annar staðar. En aðal þéttbýliskjarninn, Egilsstaðir, ég hef mjög margt að athuga við þann uppdrætt. Það bara kristallast þetta sem ég hafði áhyggjur af og það þegar þessi blessaða leiðaval hérna þar frá göngum að nú þetta komið með í hausinn á mannum þetta val. Það komin brú inn á þetta skipulag, hvar haldið hún sé? Við Melsholt, norðurleiða brúin sjálf, komin á aftur og einhver Borgarfjarðarvegur upp á Eiðaveg og það eins og mann viti ekki hvar menn eiga að tengja hann lengst, þetta þvílíkt klúður. Það búið að ramma sem sagt þéttbýliga Egilsstöðum inn í 2 stofnáður, búið að loka fyrir sunnan og norðan. Ókostirnir af báðum leiðunum teknir og kostirnir varaleiðina fjarlægðir. Þetta eiginlega alveg með ólíkindum, pluss það að það ekkert þessa mikilvæga mannréttindi sem þarf að koma hér í þessu skipulagi varðandi lagaflutskóluna og það grunar mig að sé ákvarðanafælni meirihlutans að Vegagerðin einaferðin enn, hún á að sjá skipulagsvaldið fyrir sveitarfélagið. Það ekki fyrsta skipti sem það gerist. Það alveg ótrúlegt að sjá hvað menn eru kjarklausir hérna að taka sér það vald sem menn hafa í stórum ákvörðunum samband við skipulag. Þannig var þetta með leiðavalið, Vegagerðin bara valdi þetta og rosalega þægilegt. Ég vildi óska þess að menn hefðu kjark og döngun eins og við nágrannasveitarfélaginu Fjarðabyggð, þar sem bara setja skipulag og Vegagerðin bara leggur vegi eftir því. Nýlegt dæmi hringtorg á Reyðarfirði. Ég veit ekki eiginlega hvað ég á að segja vegna þess að hver ætlar að borga brúsna, hver á að leggja þessa brú núna? Ætla Vegagerðin að fara að gera það? Nei, það held ég ekki. Ætla Múlaþing að gera það fyrir fleiri 100 milljónir? Það efast ég. Þannig að ég ætla ekki að hafa þetta lengra en þetta stingur í augu núna vegna þess að nú æpir á mann hvað þetta var vitlaus ákvörðun að fara með veginn suður fyrir bæ. Menn eru í hreinustu vandræðum með að tengja svæði núna fyrir norðan á við núverandi þéttbýliskjarna og ég ætla að bóka út af þessu, ég svo ósáttur við þetta, ég ætla að bóka þessi ástæðu til þess og með leyfi forseta ætla að lesa bókunina. Það vekur athygli í þessu tillögu aðalskipulags að í þéttbýlisuppdrætti fyrir Egilsstaði nú komin Borgarfjarðarvegur með norðurleiðabrú við Melsholt innan gæsalappa. Þar með meirihlutinn og minnihlutinn innan sviga að frátöldu minnsta hluta M-lista búinn að viðurkenna mistök sín með vali á suðurleið frá Fjarðarheiðargöngum. Þarna nú komin brú með Melsholt með tilheyrandi veg inn með Melum alveg eins og gert var ráð fyrir í norðurleið frá göngum. Neikvæð áhrif á ræktarland og kostnaður vegna landakaupa ekki ósennilega tvöfaldaður með þessar vitlausu ákvarðanatöku það segir skítið inn í. Ofan á allt þetta bætist síðan klúðslegar vegtengingar við Eiðaveg og engin lausn með legulega fljótsbrúar sem var algjörlega fyrirséð með vali norðurleið Keldu og yfir síðst við Odda Egilsstaðanes með lágmörkun áhrifa á ræktarland. Alveg bara fyrir.
Hver ætlar að borga brúsana þessara vitleysu, spurningamerki, vegagerðin spurningamerki, Múlaþing spurningamerki og að lokum ábyrgðarleysið algjört, rökhugsunin engin, framsýnin engin. Og nú ég alveg eitt hlarur eftir heyri. Ég þakka fyrir í bili. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls út af þessu leið. Sveitarstjórnarfulltrúi Ásdís Hafrún Benediktsdóttir, gjörðu svo vel. Takk. Eiginlega kom bara hérna til að laga pontuna sko, því að Þröstur var svo hægt í hamsa, hann var eitt komið með hann niður á gólf. En hérna, forseti og góðir sveitarstjórnarfulltrúar. Ég gat bara ekki stilt með að koma hérna upp í pontu til þess að lýsa því yfir hvað ég er ánað með þetta aðalskipulag. Þetta er búin að vera gífurlega mikil vinna. Þetta er búin að vera flókin vinna að sameina 4 aðalskipulag í 1 og í stafrænt, og þeir sem að koma að þessu verki sem sagt bæði hérna fulltrúar í sveitarstjórn, starfsmenn sveitarfélagsins, fyrirtæki sem að hérna tók verkið, fekk verkið. Þetta er búið að vera mikil vinna og mér finnst hún vera vel unnin og ég er stolt af þessu aðalskipulag. Það hvarflar ekki að mér að þetta aðalskipulag verði óbreytt allan gildistíman. Það er hérna aðstæðar gróska í þessu sveitarfélagi. Það eru hugmyndir í gangi, það munu fæðast hugmyndir sem að kalla á það að menn hafa þörf fyrir að breyta skipulaginu, og þá er ég ekki að tala um sveitarfélagi þörf fyrir það, heldur bara atvinnulífið. Og ég held að þetta sé samt sem áður eins gott og það getur orðið á þessu stigi. Og hvað varðar það að veita einhverjum öðrum skipulagsvald í sveitarfélaginu, þá höfum við hvort sem að hérna, og þá er ég ekki að tala um sko einhverja einstaklinga, einhverja lista eða einhverja skiptingu, heldur held ég að verið svolítið mikið sátt um það á þessu kjörtímabili að vinna hlutina í góðri samvinnu við þá sem að muni koma að þeim á einhverjum stigum málsins, eins góðri og hægt er. Og ég held að við höfum sko haft það í huga við alla þessa vinnu, og ég bara ætla enn og aftur að lýsa ánægju minni með það að þetta skuli vera komið á þann stað sem það er á, og ég hlakka til þess að sjá þetta verða að veruleika. Þó ég viti að það er að koma einhverjar góðar ábendingar sem við þurfum að taka tillit til, en þetta er, við erum farin að sjá fyrir endan þessu. Ég er ánægð með það. Sveitarstjórnarfulltrúi Ásdís Hafrún Benediktsdóttir hefur lokið máli sínum. Eru fleiri sem vilja taka til máls út í þessum leið? Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson, varstu búin að senda þína bókun á ritara og ljómandi gott. Heyrðu, þá tökum við tillöguna til gera grein fyrir atkvæði. Við tökum tillöguna til atkvæðagreiðslu, en fyrst ætlar Þröstur Jónsson að gera grein fyrir atkvæði sínu. Gjörðu svo vel. Forseti, það er annað gott fundafólk. Eins og kom fram í máli mínu hérna áðan, að þá var ég mjög ásáttur við þetta skipulag við Egilsstaði, og ég get ekki samþykkt skipulag sem er eins og það sett upp svoleiðis, og aldrei lífi mínu að minni samþykki skipulag sem er með þannan suðurlegar afsækju orðbræði fjanda þarna suðnanum bæ. Þannig að ég ætla að ganga lengra en að sitja hjá núna, og ég ætla að greiða atkvæði á móti þessu skipulagi, þessu verður að breyta. Þetta er svo vitlaust að hver maður sér þetta. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur gert grein fyrir atkvæði sínu. Við tökum það tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja tillöguna rétt upp hönd. Það er það samþykkt með 10 atkvæðum og eitt sem er á móti. Tillagan er þá samþykkt. Við ætlum að fara í lið númer 2, snjórhreinsun á Öxi. Fyrir liggur bókun heimastjórnar Djúpavogs dagsett 9. október 2025 er varðar beiðni fasta ruðningsdag á Öxi. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings tekur undir með heimastjórn Djúpavogs að í ljósi sívaxandi vetrarumferðar á Öxi sé eðlilegt að vegurinn verði færður af Geraklu og vetrarþjónustan verði
veginn verði aukinn. Sveitarstjórn bendir einnig á að til að tryggja öryggi vegfarenda þá gæfuríkast að ráðast sem fyrst í útboð á nýjum vegi Öxi. Umferðartölur frá liðnu sumri sýna hve fjölfarinn vegurinn og ástand hans engan veginn í samræmi við þá umferð. Því hvetur sveitarstjórn Múlaþings innviðaráðherra til að setja nýjan veg Öxi í forgang í nýrri samgönguáætlun. Sveitarstjóra er falið að koma bókun sveitarstjórnar á framfæri við innviðaráðherra og vegagerðina. Og ég ætla að opna mælendaskrá til þessum liði einhver vilja taka til máls. Svo ekki og tökum við tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem samþykki þetta eftir pönt. Það samþykkt samhljóða. Við erum þá komin í lið númer 3, strandveiðar 2024 og 2025. Fyrir liggur bókun heimastjórnar Borgarfjarðar dagsett 15. ágúst 2025 varðar lengd veiðitímabils strandveiða fyrir árið 2026. Ágúst, passa það. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings tekur undir með heimastjórn Borgarfjarðar mikilvægi þess að fyrirsjáanleiki strandveiða verði tryggður fyrir næsta veiðiár. Skorað á innviðaráðherra sem nú fer með málefni strandveiða að tryggja 4 mánaða veiðitímabil á næsta ári. Sveitarstjóra er falið að koma bókun sveitarstjórnar á framfæri við innviðaráðherra. Ég ætla að opna mælendaskrá til þessum liði einhver vilja taka til máls. Svo ekki þá tökum við tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja þetta eftir pönt. Það samþykkt samhljóða. Við erum þá komin í lið númer 4, ástand Malarvega á Fljótsdalshéraði. Fyrir liggur bókun heimastjórnar Fljótsdalshéraðs frá fundi hennar 9. október 2025, þar sem fulltrúar vegagerðarinnar mættu. Á fundinum var því beint í sveitarstjórnar að teknar verði upp viðræði við ríkisvaldið uppbyggingu og viðhald malarvega, tengivega og heimriða, þannig að þeim verði komið í viðunandi horf. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings tekur undir með heimastjórn Fljótsdalshéraðs að ástand malarvega víða óboðlegt í sveitarfélaginu og slæmt að verið sé að aka börnum til og frá skóla á slæmum vegum. Samtals malarvegir sem skólabílar keyra á í sveitarfélaginu 100 km og ástand þeirra víða ófullnægjandi. Sveitarstjórn felur sveitarstjóra að koma ábendingum framfæri við vegagerðina og til innviðaráðuneytisins svo hægt sé að taka tillit til hennar við gerð nýrrar samgönguáætlunar. Og ég ætla að opna mælendaskrá til þessum liði einhver vilja taka til máls. Svo ekki og þá tökum við tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja þetta eftir pönt. Samþykkt samhljóða. Við erum þá komin í liðin ímynd Múlaþings. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur óskað eftir því að settur verði liður á dagskrá sem ber heitið ímynd Múlaþings. Forseti velti fyrir sér í stöðu tækniörðugleika. Hvort að sveitarstjórnarfulltrúi vilji kannski fresta þessum lið til næsta fundar. Þetta var hugsað sem umræðuliður og við höfum glímuð tæknivandamál og það heyrir enginn í okkur eiga samtalið. Frestað, já. Forseti leggur til að liðurinn ímynd Múlaþings nr. 5, honum verði frestað til næsta fundar. Þeir sem samþykkja það eftir pönt. Samþykkt samhljóða. Við erum þá komin í lið nr. 6, reglur Múlaþings styrk vegna fasteigna, þar sem rekin án þess að vera í ágóðaskyni, menningar, æskulýðs og tómstundastarfsemi og mannúðarstarfsemi. Fyrir liggja uppfærð drög að reglum Múlaþings styrk vegna fasteigna, þar sem rekin án þess að vera í ágóðaskyni, menningar, æskulýðs og tómstundastarfsemi og mannúðarstörf, sem samþykkt voru í byggðarráði Múlaþings 23. september 2025. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir fyrirliggjandi tillögu að reglum Múlaþings styrk vegna fasteigna, þar sem rekin án þess að vera í ágóðaskyni, menningar, æskulýðs og tómstundastarfsemi og mannúðarstörf. Ég ætla að opna mælendaskrá til þessum liður einhver hyggst taka til máls. Svo ekki, þá tek ég tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja þetta eftir pönt. Samþykkt samhljóða. Við erum þá komin í lið nr. 7, fækkun sveitarstjórnarfulltrúa. Fyrir liggur bókun byggðarráðs dagsett 16. september 2025 varðar mögulega fækkun á fjölda sveitarstjórnarfulltrúa á næsta kjörtímabili. Málinu var vísað til sveitarstjórnar til endanlegrar afgreiðslu. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings tekur undir með byggðarráði að ekki sé tímabært að fækka sveitarstjórnarfulltrúum í Múlaþingi. Ég ætla að opna mælendaskrá til þessum liður einhverju vilja taka til máls. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson gjörðu svo vel. Forseti, það var gott. Enda fólk. Þetta mál svolítið sérkennilegt og kannski svolítið húmórist líka. Ég bar upp þessa tillögu á byggðarráði innan byggðarráðs fyrst ef maður rétt
og vildi fækka sveitarstjórnarfulltrúum úr 11 og jafnvel alveg niður í 7, en mannfjöldi Múlaþingi er á þessu bili þar sem að við megum vera mest með 11 sveitarstjórnarfulltrúa og minnst 7, en svo að milli veru 9 mögulega líka, allar þessar 3 oddatölur koma allir greina. Mér til mikillega gleði og undruna var tekið vel í það á Byggðarársundi. Þetta fór síðan fyrir sveitarstjórnarfund, síðasta held ég til umræði. Þar hefði ég ekki annað heldur en að menn væru svona flestir bara á þessu, sérstaklega í meirihlutann, og menn komu upp og lýstu því yfir. Síðan kemur þetta inn í þessu vísaðin í byggðaráð aftur, næsta byggðaráðsfund og eftir, og hjá er eitthvað gerst hjá meirihlutann vegna þess að það er bara komin 180 gráðu viðsnúningur. Ekki talið tímabært, það voru rökin sem komu fyrir þessu, sem í sjálfu sér ekki rök, og ég búin að velta mikið fyrir mér hvað gerðist þarna í millitíðinni. Ekki hafa þau öll fengið þungt höfuðhögg, öll saman. Þannig að einhver staðar var kýft í einhverja spotta og máli komið alveg úr því að vera söður, norður, ef ég má tala áttir aftur. En mér finnst þetta mjög skrítið að þetta skuli gerast og þetta sé ekki tímabært. Já, hvenær það þá tímabært? Það búið að saman þetta sveitarfélag og mér fannst mikið ákveðin svona djörfung og framsækni í því að fara að fækka þessu sveitarstjórnarfulltrúum. Við erum með heimastjórnar og þær hafa gefist vel og þetta er farið að vinna nokkuð smurt. Þau hafa komið þau rök að nágrannokkurinn í Fjarðabyggð eru með 9 fulltrúa. En það sé svo hræðilegt þar vegna þess að þar þarf að hafa 2 fundi í viku í bæjarráði. En þau rök halda ekki vegna þess að við erum með annað stjórnsýslustig núna hér, það er séð heimastjórn, þannig að ég sé ekki að þessi það er ekki að fækka með 9, það hefði leyst ákveðið vandamál inn í einu á ráðunum, það er að segja byggðaráði. Byggðaráði í Múlaþingi er orðið rosalega þungt. Það eru svo mörg mál þar á dagskrá alltaf hreint að fundirnir eru 4-5 tímar og menn gjörsamlega búin að missa oft rænuna síðustu klukkutímana. Og það að vera með 5 manns pluss áheyrnarfulltrúan sem hér stendur, að það gerir svona flæðið óneitanlega þyngra. Það þarf að ræða mál meira en ég er ekkert viss ákvarðanir komið betur. Þannig að fækka sveitarstjórnarfulltrúum hefði líka þýtt að við hefum þurft að fækka úr 5 niður í 3 í byggðaráð og ég tel að það hefði verið til mikilla bóta til þess að létta málsmeðferðina þar. Þannig að ég skil ekki þessi rök ótímabært finnst mér eiginlega hálffyndin það er svona þau lykta af kosningastjálta menn séu hræddir vinnuna sína eða eitthvað. Ég spyr þessara spurninga og það verður ágætt ef einhverjir frá meirihlutanum vildu kannski koma og svara fyrir þessa seglavendingu á skútunni og suðri til norðurs. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur lokið máli sínu, næstur í pontu er Eyþór Stefánsson og eftir honum kemur Ívar Karl Hafliðason og síðan Ásrún Hildur Stefánsdóttir Gilsvæð. Frú forseti, aðrir fundarmenn. Ég ætlaði nú bara að vera stuttorður og það sem ég langaði nú fyrst og fremst að segja er að ég ætlaði bara að þakka meirihlutanum fyrir það að hafa að einhverju leyti fallist á röksemdafærslur og vaflista sem höfðu sig kannski hæst frammi í pontu fyrir þessu máli en ég kannski er nú ekki sammála sveitarstjórnarfulltrúa Þresti Jónssoni að það hafi verið einhver kúvending í hvað mann fannst allavega þegar ég var að spyrja fólk. Þá voru menn margir hverjir ekkert búin að marka sér skoðun hvað væri rétt að gera í þessu. En bara, já, ég mig langaði bara að þakka meirihlutanum, bara takk fyrir það. Ég tel þetta rétt ákvörðun í bili og sannfærist að einhverju leyti aðeins meira það þegar eftir því sem ég hlusta á sveitarstjórnarfulltrúa Þröst
vegna þess að ef ég skil hluta málatilbúnaðar hans hér í pontu rétt áðan, ef ég skil það rétt, þá eru heimastjórnunar ákveðin forsenda fyrir því að þetta sé réttlætanlegt, en nú verið að endurskoða sveitarstjórnarlögin og var verið að vona á nýjum sveitarstjórnarlögum þegar við vorum að ræða þessi mál og sko framtíð heimastjórna kannski ekkert hægt að kalla það örugt. Þetta er ákvæði til 8 ára eins og við sem hér sitjum vitum öll. Og hvað ef að framtíð þeirra er síðan ekki tryggð? Ég meina það verður í höndum næsta meirihluta Múlaþings væntanlega að hugsa það til frambúðar hvernig við ætlum að hafa heimastjórnar fyrirkomulagið. Og já, þess vegna tel ég ekki tímabært að fækka sveitarstjórnarfulltrúum. Sérstaklega ljósi þess að við erum þrátt fyrir allt tiltölulega nýsameinað sveitarfélag og það var ákveðin ástæða fyrir því að það var verið á efri mörkum sem að mér persónulega finnst ennþá halda. Svo kom annað fram hér í máli sveitarstjórnarfulltrúa Þrastar Jónssonar áðan sem að þetta myndi liðka eitthvað fyrir í byggðaráði, að það væri bara 3, en ég held að það verði sko, já, ég veit ekki alveg hvað það verða mörg framboð í Múlaþingi fyrir næstu kosningar, en svona ef maður spáir í bollan, þá sýnustu stefni að þau geti verið 6 eða 7 sem eiga svona bara sæmilega möguleika að ná manni inn. Þannig að þá ertu nú, ef það eru 3 í ráðinu, þá er ljóst að það verða 4 áheyrnarfulltrúar. Þannig að ég sé ekki að það gerir umræðuna eða afgreiðsluna eitthvað auðveldari. Ég meina, við vitum það sem höfum setið fundi byggðaráðs að áheyrnarfulltrúarnir hafa málfrelsi og tillögurétt og núverandi áheyrnarfulltrúi hefur alveg látið til sín taka í byggðaráði þótt að hann sé áheyrnarfulltrúi. En glætu döga, ég vil bara þakka meirihlutanum fyrir það sem ég tel skynsamlega ákvörðun á þessu tíma. Ívar Karl Hafliðason. Forseti, það er gott sem við fáum þakkir bara minnihlutunum. Ég bara að sjúga þetta aðeins inn hérna. En ég held að, ég veit ekki alveg hvað ég segja við þetta hugmynd sem kom frá sveitarstjórnarfulltrúa Þrastar Jónssonar að fækka þeim var eitthvað sem við vissulega tókum bara vel í að skoða. Og í rauninni kannski fengum minnisblað frá KPIG sem var að draga fram kosti og ókosti, sparnað og annað hvaða áhrif þetta geta haft. Og ég get að lýst mér fannst þetta sérstaklega að lesa minnisblað. Þetta var svona, mér fannst það að vera að dregja fram alls konar hluti sem kannski einfölduðu ekki beint afgreiðslu málinu, en svo að vera að tala um þetta kosningaskjálfta, ég alveg samlað, maður velti bara fyrir sér, ég alveg þar að það mörg brýn mál í Múlaþingi sem við þurfum að vinna fram á kosningum, sem skipta sveitarfélög þetta ekki máli og ég velti bara fyrir mig hvort ég ætla að standa hér þá í einhverjum, hver mín sýn á þetta, hvort það getur snuðið að fækka eða ekki, að ég held að starfsmenn okkar, ég nenni ekki eða mínum síðustu mánuðum í einhverju deilum það að við fólkið frá eigistöðum sem að nýða aðra staði sem fór bara skýrst strax á stað og síðast sveitarfundi. Þetta kom frá byggðaráði. Og ég bara held að þessu síðustu 8 eða 6 mánuði sem við höfum verið bara fínt að eyða í eitthvað uppbyggilegt heldur en þetta. En það er vissulega þannig að heimastjórnin gæti verið eitthvað sem við þurfum að endurskoða næsta kjörtímabili. Það er svona málið þetta með heimastjórnum, það eru mjög mörg hlutverk sem kjörnarfulltrúar þurfa að hafa. Það bætast ekki, það er ekki nóg með þeir formennska nefndum að nefndaseta, aðra stjórnarráð, og svo bætast þið 4 fulltrúar í heimastjórnir, sem er bundið að sé úr sveitarstjórn. Þannig að það er kannski svona annað sem að með því að vera með þessa kröfu á heimastjórnar og vera þá, ef við ætlum að fara úr 11 í 9, að þú ert þá kannski, þú ert komin á þann stað að þeir sem sitja í sveitarstjórn þurfa að vera með mjög marga hatta og það er svona spurning hvort að það sé eitthvað sem við teljum eitthvað betra. Ég held að sé bara að verði mjög hollt að velta þessu fyrir sér og líka með þessum nýjum sveitarstjórnarlögum, hvað menn ætla að gera þar.
og hvaða vegferð og hvernig það endar. Af því að það er nú líka verið að tala fyrir sameiningum með öðru og maður veldi bara svona fyrir sér sko hvort sem þurfa að taka þetta endurskoðun á næstu kjörtímabili. Ef að það verða þá frekari sameiningar þannig en svona að ég get að sagt það svona fyrstu sín fannst mér þetta vera nokkuð veginn no-brainer sem maður segir að fara í fækkun. Mér fannst bara að það er komið mjög óvart þegar maður las minnisblað KPMG og annað það sem var svona dregið fram aðri þættir sem ég er svona sammála og ósammála kannski í skiptis en aðalmálið er bara að ef við hefðum átt að fara í þessar pælingar það hefði verið betra að gera það fyrr þannig að menn hefði getað að klára þetta af því að ég held að þetta sé sko það taka þessa ákvörð svona stutt fyrir kostningar bara því að okkur ég er á þessu sáli, við gætum alveg nýtt þess að þetta er ákveðið kostnaðar sem fylgir í að vera með fleiri fulltrúa hvort það sé betra, kannski stýðir samt það að þó myndir fækka væri kostnaðar bara færi þá meiri fundarsettur í hærri stöðugildi af kjörnum fulltrúum vegna fleiri stærri hlutverka en ég held að bara runni kannski að þessu sinni var það allavega samþykkt meirihlutanum, við ætlum bara að bíða með það við treystum okkur ekkert að fara í þetta því að mér var svona forsendurnar fyrir þessu voru bara svona minnisblöð og annað og svona þetta var einhver þannig að þetta virkaði bara allavega ekki í mínum huga eins og þau vegferð sem væri kannski gott að fara í akkúrat núna en ég held að sé bara fínt á að menn velta þessu fyrir sér að klálega næsta kjörtímabili er þetta opið þá er búin að losna skipulagstíma heimastjórnar þá getum við fara að velta fyrir okkur líka hvað þetta er en að því ég er alveg samlega þess við erum orðið eitt sveitafélag við ætlum að segja þessu stuðsögu við sameinuðust og allt það en við verðum bara að fara sjálfa að tala það okkur sem eitt sveitafélag og hætta svona að vera með svona nutta á milli hvort annars að við séum hvaðan við komum og hvað sé maður við erum bara að vinna fyrir Múlavík og mér svona bara, ég vona bara að við þurfum að það komast eða þann staði við ætlum að tala að fækka kjörnumfulltrúum þá snúist það að það sé bara betra fyrir Múlavík ekki hvort sé betra fyrir einhvern eða ekki og eitthvað þannig en við ætlum að ég mun allan að samþykkja þetta að ekki gera neitt í þessu núna og tel það bara rauninni rétt að svona eftir að hafa skoðað þetta í byggðarráði því við gáum okkur dálítið tíma í það Takk Sveitarstjórnarfulltrúi Ásrún Mjöll Stefánsdóttir næst. Já, frú forseti var annað gott funda fólk. Já, ég fagna þessari tilvonandi lendingu okkar hér, enda tel ég það svo sem ekki heppilegt að fækka fulltrúum í sveitarstjórn Múlaþings eins og framhefur komið áður í máli mínu. Ég er ekki sannfærð með þessa kenningu sveitarstjórnarfulltrúa þrastar að það sé komin einhver kosningaskjálfti í fólk eða sé hrætt vinnuna sína. Heldur finnst mér þetta mál í raun byrjaðis merki að umræðu vettvangur okkar hér og ferlar í kerfinu hjá sveitarfélaginu virki vel. Það tekið vel í að skoða þessa hugmynd, sveitarstjórnarfulltrúa þrastar, en að vel ígrunduð og skoðuðu máli, meðal annars eftir að hafa fengið utanaðkomandi aðila til að greina kostið þess og galla, er svo tekin sú stefna að fækka ekki sveitarstjórnarfulltrúum að sinni og ég fagna því. Ég má til með að svara sveitarstjórnarfulltrúa Ívari Karli sem vill ekki eyða tíma sínum í að ræða mögulega póstnúmerapólitík en vekur þá sjálfur máls á henni hér fyrstur. Af minni hálfu var það ekki meiningin á síðasta fundi, heldur vakti ég einfaldlega máls að því að ég telli mikilvægt að sveitarstjórnarfulltrúar komi sér víðast að úr hinum ýmsu ólíku kjörnum okkar ágæta sveitarfélags. En eftirfarandi eru mínar skoðanir á þessu sem ég hef alveg komið á framfæri áður til ágætt að gera hér núna í loka afgreiðslu þessa máls og þær úr minnisblaðinu sem unnið var af ráðgjafa. Ég held að þessi tillaga fækkun myndi hafa bara alvarleg neikvæð lýðræðisleg áhrif í sveitarfélaginu okkar. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur telur þetta geti haft góð áhrif á byggðaráð með færri fulltrúum. Ég er algjörlega ósammála þar og finnst ekki gott ef að stórar ákvarðanir í sveitarfélaginu okkar raðast á enn færri hendur. Ég held að sé mjög mikilvægt að þar komi breiður hópur að. Eins og ég hef áður sagt þá erum við bara fjölmennt og ólíkt sveitarfélag hvað kjarnana varðar. Til að tryggja góða yfirsýn og faglega ákvarðanatöku þarf breiðan hóp fulltrúa.
Og svo þetta aukna álag á þá sem sitja eftir. Það getur gert sveitarstjórnarstörfin erfiðari, sérstaklega fyrir fólk sem þarf að samræma önnur störf, fjölskyldulíf og stjórnmálastarf. Þetta hefur kynjapólitísk áhrif eins og framkom í minnisblaðinu, greiningunni. En rannsóknir sýna að slíkt álag hefur í för með sér að konur sjá sér síður fært að taka þátt. Og af þessum ástæðum tel ég bara mikilvægt að við bíðum með þetta og fagna þessari vonandi niðurstöðu sem við tökum hér í dag. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ásrún Stefánsdóttir lokið máli sínu. Sveitarstjórnarfulltrúi Einar Freyr Guðmundsson hefur óskað eftir að taka til máls, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, góðir fundarmenn. Ég vil nú byrja bara á að fá að þakka sveitarstjórnarfulltrúa Þresti Jónssyni fyrir að setja þetta mál á dagskrá fyrr í sumar. Ég fylgdist einbeittur með umræðum þetta mál á síðasta sveitarstjórnarfundi sem ég var nú ekki svo heppinn að vera kallaður inn á því miður, en gerði með þetta góðu yfir lærdómunum í skólanum. Ég ætla að leyfa mér að vera ósammála sveitarstjórnarfulltrúanum það að það sé ekki rök í sjálfu sér að segja að þetta sé ekki tímabært. Mér finnst það einmitt vera mikilvægast rökin fyrir því að samþykkja þessa bókun hér í dag, allavega fyrir mitt leyti. En þannig mál með vexti að ég tel að til framtíðar sé að minnstakosti rétt að fækka fulltrúum í sveitarstjórn úr 11 í 9. Ég veit ekki með 7, en eftir að hafa hlustað á þær umræður sem hafa farið fram þetta og lesið þetta títtnefnda minnisblað. Mér fannst þetta minnisblaðið ekki vera eitthvað að segja hvað við ættum að gera. Það var ekki einhver afstaða beint tekin í minnisblaðinu að mínu mati, ekki allavega mjög svona afdráttarlaus afstaða. En ég held að svona, og tek kannski undir til að þeirri viðleitni að halda fundurinn sem styrstum, tek undir kannski flestu sjónarmið sem Ívar Karl Hafliðason sveitarstjórnarfulltrúi reifaði hér áðan, og þá einkum það með í tengslu við heimastjórnirnar. En þær eru eins og fram hefur komið að vissu leyti líka rök fyrir því þegar mann segja að það er hægt að fækka að því við erum með heimastjórnir, en á sama tíma mætti líka segja að það sé erfitt að fækka fulltrúum í sveitarstjórn mjög mikið á meðan við erum með heimastjórnir, á sama tíma og það er skylda að formin heimastjórnar komi úr sveitarstjórn. Af því að það gefur auðvitað leið að ef það eru 7 fulltrúar til dæmis í sveitarstjórn, 4 þurfa að vera formin heimastjórna og svo erum við með formennsku í byggðarráði og hinum fagráðunum, þá er þetta orðið ansi mikið fyrir fólk sem er kannski í annarri vinnu að vera með allans hatta. En ítrekka svona að lokum að með því að samþykkja þetta þá er ég ekki að segja að ég sé mótfallinn með öllu fækkun fulltrúa, heldur að ég telji það mega bíða betri tíma og hef alveg bara skilning á því að það þurfa aðeins að leyfa sveitarfélaginu að svona sameinast betur áður en við förum í svona breytingar og þá líka höfum við bara betri reynslu af núverandi fyrirkomulagi. Takk fyrir. Það eru fleiri á mælendaskrá. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson. Forseti, það er gott funda fólk. Ég skal reyna að vera þægur við púlti hérna núna. Ég þetta að geta þessu umræða, í sjálfu sér. Mér finnst eins og að dálítið lýsandi frá meiri hlutanum. Við erum fylgjandi fækkun sveitarstjórnarfulltrúa, en við erum ekki fylgjandi fækkun sveitarstjórnarfulltrúa. Í hvora löppin ætla menn að stíga? Og fulltrúa minni hlutans komið hér fram, sérstaklega Eyþór sveitarstjórnarfulltrúi og þakkaði meiri hlutanum fyrir það að hafa mist kjarkinn, eins og ég vil segja. Takk fyrir hugleysi, takk fyrir ákvarðanafælina. Og þetta verður alveg nákvæmlega eins og næsta kjörtímabili ef þetta verður rætt einhver tíma. Það var alltaf tímabært, þá er eitthvað annað. Kannski hefur eitthvað gerst í fjármálunum, þá er eitthvað annað. Og svoleiðis er ákvarðanafælni, hún er einmitt þannig og eitt algengasta orði sem er notað í ákvarðanafælni, það er akkurat þetta, það er ekki tímabært. Það er iðulega sagt.
sko framtíð heimastjórna. Sko fyrr held ég að heimurinn farist en að heimastjórnin verða teknar út úr sveitarstjórnarlögum eða við hættum með heimastjórn. Reynslan af þeim hefur bara verið mjög góð. Það vitað í stjórnkerfinu sem Reykjavík líka að okkur hefur verið hætt og hampað fyrir þessar heimastjórnir á báðaraxlir. Þannig að það algjör útópía að heimastjórnin sé eitthvað að hverfa á næstunni. Þannig að það eru engin rök. Nú, svo það þetta með ástæðana fyrir að við séum í efri mörkum. Ég heyri hann ekki ennþá. Hvað er svona ægilega sérstakt við þetta sveitafélagið? Að við þurfum að vera eina sveitafélagi eða við fyrir með rétt mál að þessari stærðabili sem með sveitastjórnarfulltrúi tópi. Hvernig óskopun hægt að hafa sveitastjórnir með 9 mönnum í öllum hinnum sveitafélagum? Það hlýtur bara að vera skelfilegt þar. Ég hef ekki heyrt af því. Ég hef ekki heyrt af því en að aður en að hlutinni gangi vel niður í Fjarðabyggð með það og annars staðar. Svo kom hér hjá sveitarstjórnarfulltrúa Eyþóri Stefánssyni vangaveltur áheyrnarfulltrúana. Sko í dag með 11 sveitarstjórnarfulltrúa er 1 áheyrnarfulltrúi. 1. Og einhverja fabuleiringur það að framboðin sko verði 6 eða 7 færri sveitarstjórnarfulltrúa þá 9 og þar af leiðandi verði miklu fleiri áheyrnarfulltrúar í Byggðarráði. Þetta er snúningu sem ég bara, ég hef bara ekki greint til þess að skilja hann, ég bara byrst afsökunar á því. Já, sko, svo þetta með kostnaði. Sko, ég fór aldrei fram með þetta til þess að ná fram kostnaðarmingun. Það er kannski ekki stóra málið. Jafnvel að kostnaðan hann mætti standa í stað þess vegna. Það sem ég fór með þetta fram með var til þess að fara inn að fá skilvirkari stjórn. Sveitafélag, ólíkt ríkisvaldinu, er miklu nær því að vera fyrirtæki. Þetta er miklu líkara því að vera stjórn í fyrirtæki heldur en einhver þingsamkoma. Og það er bara alvitað og fyrirtækjarekstri að of margir stjórnarmenn eru til trafala. Það eru þyngri stjórnir í svoleiðis fyrirtæki heldur en það sem að velvalið, einvalalið, forramanna og hvenna er. Það gildir það sama að sveitarstjórnina mínum mati. Og hvaðan þeir koma, Djúpavík, Borgarfirði, Seyðisfirði, Héraði, sko áhyggjur af slíku, ég ætla bara að minna á það. Að fyrsta sveitarstjórn Málaþings, hún var leidd af oddvita, ágætum oddvita sjálfstæðismanna. Og hvað var hann? Hann var Héðan og Djúpavík. Þannig að það heldur ekki heldur, sko. Þannig að ég bara átta mig ekki á þessu og ég held að þetta stend við það að þetta er annarkvort þetta kosningastjálti eða þetta er hreinlega ákvarðanafæli. Og ég veit ekki hvort ég ætla að gera það að leikmínu sko að taka ræðu sveitarstjórnarfulltrúa Ívars Álega á síðasta fundi og klippa hana saman við ræðuna sem hann flutti núna. Og þá veit ég sjáast best. Og það er bara út og suður. Þannig að veit ekki hvað gerist en ég sjálfsagt velti því fyrir mér út þetta kjörtímabili. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson er lokið málsinu, næstri pontur Eyþór Stefánsson sveitarstjórnarfulltrúi og eftir honum Helgi Hlynur Ásgeirsson. Frú forseti og aðri fundamenn, ég vildi bara aðeins útskýra hvað ég meinti með að það myndi fjölga áheyrnarfulltrúum í Byggðarráði. Í máli Þrastar Jónssonar sveitarstjórnarfulltrúa kom fram að hann virtist ekki skilja hvað ég meinti. Ef það væri þannig að það væri 3 fulltrúar í Byggðarráði, myndi það líkast til þýða að það kæmi, ef við gefum okkur að 2 flokkar myndi mynda meirihluta og 2 flokkar myndi mynda meirihluta, fengi þó 2 sæti úr þeim sitt hvorum flokknum, minnihlutin fengi 1 sæti. Það myndi, ég kann ekki sveitarstjórnarlögin betur, núgildandi og í breytingunum, að hvert það framboð sem fengi ekki útluta sæti út frá D'Hondt-reglunni, það þýðir að það eigi rétt á áheyrnarfulltrúa inn í ráðið, rétt eins og
gildir miðflokkin núna. Ef að framboðin væri síðan 6 eða 7 sem næðu inn manni næsta kjörtímabil, það myndi þá þýða að 3 til 4 þessara frambóða ættu rétt á sæti inn í fagráðinu sem áheyrnarfulltrúi. Bara koma þessu á framfæri til þess að menn skildi hvað ég myndi. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson er lokið máli sínu, sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson gerði það. Forseti, þetta menn, nú get ekki haldið mér í púltið, það er óþægilegt. Þetta er svolítið skemmtilegt. Nú erum við sem sagt 10 hérna að rífast við Þröst. Það er svo sem komið fyrir áður en ekki þetta. Þröstur er svona sameiningatákn svolítið fyrir minni og meirihlutann. Já, sko, ég er mjög andsnúinn þessari tillögu. Ég sé ekki ástæðu til þess að fækka það. Það snýst ekki það að þessi fundur væri ekki jafn góður þó við værum 9 eða jafn 7. Heldur snýst þetta nefndirnar og það, allt hitt, sko. Og alla þessar fjölmörgu hattar sem eru. Ég hef ekkert verið að leyna því að mér finnst sumir hérna inni vera með of marga hatta þó við séum 11. Sko, forseti vor er með, hún er bara með hattastafla með sér, hún þarf bara að velja hvaða hatta er ég með núna. Og samt erum við 11, sko. Og það er rétt, takk undir með Eyþóri, sko. Það er alveg rétt að ef við værum með 3 manna byggðarráð núna, þá værum við 5 í byggðarráði. Þá væru 2 minnihlutaflokkana með áheyrnarfulltrúa. Þannig að við værum einum færri, vissulega. En það að séu langir fundir í byggðarráði, það er ekki því að kenna að við séum 6. Það er bara því að kenna að við erum fundarstjórn og hvernig raðast í hérna ráðið. Ég er þar, Eyþór er þar, Þröstur er þar, Ívar er þar. Það er bara mjög eðlilegt að þetta taki langan tíma. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson er lokið máls. Eru fleiri á mælendaskrá? Fleiri eru ekki á mælendaskrá. Ég ætla þá að taka tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja tillöguna rétt upp hönd. Það eru 10, einhver sem situr hjá, einhver sem er á móti, 1 á móti. Herðu, og þá erum við komin í lið nr. 7. Við erum komin í lið nr. 8 fyrirgefið. Kosning fulltrúa í embætti stjórnir ráð og nefndir. Og ykkur undir langan lestur. Fyrir liggja tölvupóstar dagsett 24.9.2025 og 10.10.2025. Frá Björgvini Stefáni Pétursinni kjörnufulltrúa og Guðnýju Láru Guðrúnadóttur kjörnufulltrúa Múlaþings. Óskar Björgvin eftir tímabundinni lausn frá setu í heimastöð Fljótsdalshéraðs og umhverfis- og framkvæmdaráði Múlaþings vegna fæðingarorlofs frá 18. nóvember 2025 til og með 31.12.2025. Guðný Lára óskar eftir tímabundinni lausn frá setu í sveitarstjórn og fagráðum vegna fæðingarorlofs frá og með 1.11.2025 og til 1. febrúar 2026. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir að Guðný Drífa Snædal taki tímabundið sæti sem aðalmaður í heimastöð Fljótsdalshéraðs frá 18. nóvember 2025 til og með 31.12.2025 og að Guðný Margrét Hjaltadóttir taki tímabundið sæti sem aðalmaður og Einar Freyr Guðmundsson sem varamaður í umhverfis- og framkvæmdaráði frá 18.11.2025 til og með 31.12.2025 í stað Björgvins Stefáns Péturssonar sem hefur óskað eftir tímabundinni lausn frá setu í heimastjórn og fagnefnd. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir að Einar Freyr Guðmundsson taki tímabundið sæti sem aðalmaður í sveitarstjórn Múlaþings og aðalmaður í fjölskylduráði frá 1.11.2025 til 1.2.2026. Varamaður í fjölskylduráði á sama tíma verður Guðný Margrét Hjaltadóttir. Ívar Karl Hafliðason tekur tímabundið sæti sem formaður heimastjórnar á Djúpavogi og Einar Freyr Guðmundsson tekur sæti sem varamaður formanns frá 1.11.2025
til 1.2.2026 í stað Guðnýjar Láru Guðrúnardóttur sem hefur óskað eftir tímabundinni lausn frá setu í sveitarstjórn og fagnefndum. Ég ætla að mælendaskrá til þessum liði einhver hyggst taka til máls. Sveitarstjórnarfulltrúi Einar Freyr Guðmundsson gjörðu svo vel. Já, virðulegi forseti, góðir fundarmenn. Ég ætla nú bara að hafa þetta stutt svona, já, og til gamans að koma einn upp og bara reyndar ekki beinni útsendingu að þakka þeim Guðnýju Láru Guðrúnardóttur og Björgvini Stefáni Péturssyni fyrir að taka þátt í því að fjölga sjálfstæðismönnum sem að ég held að sé bara afar virðingarlegt framtak og mikilvægt verkefni sem að leiðir það einnig á sér að ég fæ að koma oftar hingað á fundi í sveitarstjórn og fagráðum sveitarfélagsins. Þannig að ég segi bara takk Björgvin og Guðný. Einar Freyr Guðmundsson sveitarstjórnarmaður hefur lokið máls eftir Bondur Ásson Hildur Stefánsdóttir gjörðu svo vel. Já, frú forseti og annað gott fundafólk. Einar var nú eiginlega á undan mér, en vissulega það rétt, þetta virðingavert að fjölga sjálfstæðismönnum svona, enda vinsælasti bollinn ef ég veit ekki betur í þeirra sölu. Ég kýs sjálfstæðisflokkinn minn af því að pabbi minn gerði það. Þannig að við getum verið vissum að þetta verða sjálfstæðismenn. En ég ætlaði nú í rauninni að koma hérna upp og kannski bara bera þá tillögu fyrir fundin að við ættum kannski frekar að vera að fjölga sveitarstjórnarfulltrúum þar sem að þeir eru greinilega mjög duglegir að fjölga í sveitarfélögin okkar og að það væri bara ákveðin fastur liður í því að fá fleiri íbúa í Múlaþing. Fleiri sem nú vilja fara mælendaskrá. Ásrún Mjöll Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu. Ég ætla þá að taka tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem samt ekki tillöguna rétt upp hönd. Samþykkt samhljóða. Við fögnum öll fjölgun barna hér í sveitarfélaginu. Þá erum við komin í liði fundagerða. Við erum með fundagerðir heimastjórna, að ræða liði 9, 10, 11 og 12. Þetta fundagerð heimastjórn Borgarfjarðar nr. 63, fundagerð heimastjórn Djúpavogs nr. 64, fundagerð heimastjórn Fljótsdalshéraðs nr. 63 og fundagerð heimastjórn Seyðisfjarðar nr. 61. Einhverjir sem vilja kveðja sér hljóðs undir þessum liðum? Sveitarstjórnarfulltrúi Einar Stefánsson gjörðu svo vel. Forseti, annað fundafólk. Ég þarf að skrá mig inn á fundagáttinu. Það ekki með síma minn. Það verður rétt síma. En ég þarf þess kannski gert. Þetta undir heimastjórn Borgarfjarðar. Ég man bara ekki alveg nú með hvað hún á Skal til notur lið. Í hvaða lið þetta vísa? Þarna atvinnumál á Borgarfirði. Ég let yngu í það. Halda fram. Já, við sem sagt langar bara að upplýsa það hér á þessu vettvangi að það kom sem sagt beiðni að taka þetta mál á dagskrá í ljósi þess að það eru svona ákveðnar blikur á lofti í atvinnumálum á Borgarfirði, bæði sem snúa að komu leiðangursskipa, fram til línuívilnunar, strandveðar og sértæku byggðakvóti og svo var fyrirtækið Íslenskur æðardút, minnum við það að heiti, að flytja starfsemi sína frá Borgarfirði og það kom bara beiðni að við myndum taka þetta fyrir og við hugsuðum lengi hvernig við ættum að nálgast þetta og það kom bara beiðni frá einu nefndarmann að fá formann atvinnuveganefndar á fund og við höfum samband við hann og hann komst ekki á fundin en hann komst daginn eftir og við funduðum með honum meðal annars þessi mál sem ég taldi hér upp og í kjölfarið á því ætlum við að taka þetta mál fyrir á næsta fundi og vísa því þaðan til byggðarráðs sem fer með atvinnumál í sveitarfélaginu. En já, á næsta fundi þá munum við þá sem sagt, hvað við segja, bóka fund okkar með formanni atvinnuveganefndar. Í ljósi þess að ég hef heyrt að menn eru forvitnir hennan fund sem við áttum með honum.
sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason. Forseti, ég bara taka undir með sveitarstjórnarfulltrúa Eyþóri Stefánsssyni að það er svona ákveðin spurninga, svona ákveðna blikur lofti í atvinnumálum, ekki bara á, þetta ekki að borgarfið mjög mikið, það tengist líka Djúpavogi, eins og með bara þennan stuðningi 5,3% bóttum, hvað sem það er sérfælega byggðakvóti sem við hefur verið hér á Djúpavogi er líka komin í ákveðin ferla borgarfið líka. Líneheimilinu er annars sem skiptir þessar tvo staði máli og maður hefur þarna áhyggjur af því hvað menn ætla að gera og bara hvað ráðuneytir ætla að gera og því að nú er ekki búið útflutt þessu og það er bara óvissa, bætist svona ennþá meira óvissu sem er í gangi, minnkandi ráðningar kvóta hjá Hafrannsóknastofnun og bara allt svona leiðandi skipin, sérstaklega sem hitti bæði Djúpavog og Borgarfjörð illa, maður er að sjá þau náðast hverfa 2027 með bókanir og ég held að sé bara ágætt að við séum alltaf með þetta, það er bara alls konar áskorðar sem býða okkur, það eru góða fyrir þetta slæmar og við þurfum bara dálítið að einanlega að vinna þessum málum, frekar heldur en að kannski eyða okkar tíma í eitthvað sem skiptir minna máli. Fleiri á mælendaskrá undir þessum leið. Fleiri hafa ekki óskað eftir að taka til máls undir liðum heimastjórna, fundargerða heimastjórna. Þeir eru þá hér með lagðir fram til kynningar. Við erum þá komin í fundargerði Byggðarráðs Múlaþings. Hér er að ræða lið 13, 14 og 15. Og hér er að ræða fundargerði Byggðarráðs nr. 164, 165 og 166. Og ég ætla að mæla til skrándi þessum liðum einhver hyggst taka til máls. Ívar Karl Hafliðason, gjörðu svo vel. Forseti, þetta er liður 14. Fundargerð Byggðarráðs á 165. fundi, liður 6 sem eru menningarstyrkir. Við vorum að samþykkja menningarstyrki, seinni úthlutun og fengum þar 24 umsóknir sem er ágætt og útlutum hann rúmið 2 milljónum. En það sem kannski maður vakti mann athygli maður fór yfir þetta, það var ein umsókn fyrir Djúpavogi. Og ég veit alveg að Djúpavogi er öflugt menningarlíf og bara mikið að vera og ég velti bara fyrir mér að þetta við séð svona kannski svona hlutar sem það skekki áður. Við höfum reynt að vera með viðveru hjá starfsmenn sveitarfélaga til að reyna svona kveikja á hann eða bara svona vera okkur vitundvakning því að sækja í þessa styrki. Og ég vona bara núna þegar við förum í stærri úthlutun fljótlega að menn svona sjáu sér og sæki í þessa sjóði sem við erum með því að þetta skiptir máli. Við höfum viljað styrkja við menningarmál allt sveitarfélag og það er svona, maður er svona vona bara því ég veit alveg að menningarlífið hérna er mjög blómlegt að það bara endilega menn verið svona viti það að það er þannig í boði að leita til okkar varðandi styrki 2 ári og bara ætla að hvetja það fólk og ég vona og reikna með að við verum aftur með viðveru til að hjálpa fólki ef það er það sem vandamlega er að sækja þetta ávar mjög einfalt og kröfurnar svona til að sækja uppbætur eru ekki háar og þar eru heldur umsóknar er ekki með flóknar heldur og það eru til beinagrind til að sækja þetta styrki og ég bara hvet fólk annars það er Múlaþingi að nýta það. Takk. Fleiri vilja taka til máls undir þessum liðum. Fleiri hafa ekki hversi hljós undir liðum fundargerða Byggðarráðs. Þeir eru þá hér með lagðir fram til kynningar. Við erum þá komin í fundargerðir umhverfis- og framkvæmdaráðs. Hér erum að ræða lið 16, 17, 18 og 19. Við erum að tala fundi umhverfis- og framkvæmdaráðs Múlaþings nr. 160, 161, 162 og 163. Ég ætla að mæla þetta skráðan til þessum liðum einhver hyggst taka til máls. Ásrún Mjöll Stefánsdóttir, gjörðu svo vel. Já, frú forseti og annað gott fundafólk. Ég ætla að tala undir lið 19, umhverfis- og framkvæmdaráðs Múlaþings 163 og það er liður 3 þar. Mér langar að koma einn upp og gera grein fyrir erindi sem ég sendi inn til umhverfis- og framkvæmdaráðs Múlaþings og vil ég upphafi taka fram að ég er hreint ekki andvíg komu skemmtiferðaskipa, heldur þvert á móti til ég þær skipa mikilvægan sess í ferðaþjónustu og atvinnulífi sveitarfélagsins en með þessu erindi er ég einfaldlega að leggja áherslu á að tryggt sé gott samspil
milli starfsemi þeirra og svo hagsmuna íbúa þannig að komur skipana verði farsælar til framtíðar og í sátt og samlyndi við samfélagið. Það í samræmi við markmið sóknaráætlunar Austurlands þar sem segir í kaflanum ævintýri líkast að gæta skuli að jákvæðu viðhorfi íbúa gagnvart ferðafólki og fækka núningspunktum. Erindið varðar hávaða og loftmengun frá skemmtiferðaskipum í höfnum sveitarfélagsins og les ég því upp úr því eftirfarandi. Ég óska hér með eftir því að ráðið taki til skoðunar setningu skýrari reglna og viðurlaga varðandi notkun kallkerfa og hátalara borð í skemmtiferðaskipum sem liggja við höfn í sveitarfélaginu. Hávaði frá slíkum kerfum hefur ítrekað valdið ónæði fyrir íbúa auk þess að rýra upplifun ferðamanna á gestasvæðisins. Skemmtiferðaskipin koma hingað til að njóta einstakra náttúru og kyrrðar meðal annars og mikilvægt að sveitarfélagið standi vörð þau gæði. Hávaðamengun getur jafnframt haft áhrif á lýðheilsu og dregið úr lífsgæðum íbúa sem búa í nálægð hafnar. Með því að setja skýra reglur og viðurlög má tryggja jafnvægi milli starfsemi skemmtiferðaskipa og hagsmuna samfélagsins. Slíkar reglur væru jafnframt í samræmi við stefnu sjálfbæra ferðaþjónustu og myndu efla jákvæða ímynd sveitarfélagsins. Ég hafði hugsað mér að vera með tóndæmi en þar sem við erum bara að glíma við ákveðna tæknilega örðuleika þá bara lætið að duga að nefna hér að á sunnudagsmorgnum á Seyðisfirði danspartí hjá ákveðnu skipi sem spilar Gangnam Style endurtekið. Ég vil fá þetta tóndæmi. Með dansi. Og ég dansa eins og skemmtiferðaskipfarþegarnir. En erindi 2 að ég óskaði eftir því að ráðið myndi skoða að settir verði upp virkir og áreiðanlegur mælibúnaður til að fylgjast með loftmengun á þeim stöðum þar sem skemmtiferðaskip koma, sérstaklega á Seyðisfirði þar sem fjörðurinn þröngur og það oft mjög líkt, en eftir samtal við starfsmann Umhverfisstofnunar þar sem framkoma fyrri mælingar hefði ekki farið fram á heppilegum stað, tel ég mjög mikilvægt að mælingarna verði endurteknar nú, sérstaklega í ljósi þess að fjöldi skipa hefur margfaldast. Slíkar mælingar eru nauðsynlegar til að tryggja áreiðanlegt mat á loftgæðum sem hafa bein áhrif á heilsu íbúa og gæði búsetu í sveitarfélaginu. Með þessu erindi ég alls ekki að biðja einhverjar hindranir, heldur skýra og ósköp sanngjarna umgjörð sem styður bæði við áframhaldandi komur skipana og góða sambúð þeirra við íbúa sveitarfélagsins. Og ég bind vonir við að úr þessu verði bætt á einhvern góðan hátt þannig að sem flestir geta verið sáttir, bæði þeir sem sækja hingað heim og þeir sem kalla þetta heimili sitt. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ásrún Mjöll Stefánsdóttir Loki Málsson og Karl Hafliðason Gjörsóls. Forseti, þetta liður 19, þar liður undir 11. Þar vorum við að vísa til heimastjórnar deilskipulagsbreytinga vegna nýrra akbrauta og Eiðistorfsflugvöll, eitthvað sem við erum að berjast fyrir mjög lengi og eitthvað sem ég vona að við pössum að fara í framkvæmd sem fyrst. Þetta framkvæmd sem á að vera tekin af svokölluðum komugjöldum á farþega og þannig leiðandi full fjármögnun og ég held að þetta sé bara eitt af þessum mörgu atriðum sem við þurfum að fylgjast með í nýrri samgönguáætlun, að þessi peningar sem voru teknir í komugjöld fari í uppbyggingu á varaflugvallakerfinu. Þetta er vissulega varaflugvallagjald sem hefur verið að taka og ekki eitthvað annað eins og menn hefur vissulega látið dreyma að nota þetta í flugstöður eitthvað þannig. Þannig að það er svona eitt af þessum verkefnum sem við þurfum að passa að þetta verði fjármagnið, endi þetta á þessu rétta stað og ég held að við erum sammála með þetta hérna meira, við ætlum að passa upp á það að það standi ekki upp á skipulagi annað hjá okkur og þetta er ákveðin vinna í því að þetta er auðvitað svona ákveðin lykill í ákveðinni þróun Eiðistorfsflugvallar sem við höfum verið að sjá og vonandi leiðir til þess að hlutverk hans verði meira í framtíðinni. Sveitarstjórnarfulltrúi Karl Hafliðason Loki Málsson og fleiri sem vilja taka til máls á þessum liðum. Svo ekki og þá ætlum við að leggja þá liði hér fram til kynningar. Við erum þá hér eftir með lið 20 og 21, hér erum að ræða fundagerði fjölskylduráðs sem voru 141 og 142. Ég ætla að opna mældarsvöndu þessum liðum ef einhver vill taka til máls. Svo ekki og þá erum við komin í síðasta lið fundarins í dag sem er nú með styttra móti og ég ætla að gefa sveitarstjóri Dagmar Ýr Stefánsdóttur orðið. Íslands sveitarstjóra með 22.
Virðulegi forseti, ágæta fundafólk. Haustið ávallt annarsamur tími í sveitarstjórnarmálum og þetta haust engin undantekning á því. Sveitarstjóri hefur verið á ferð og flugi síðustu vikur og því vert að byrja á því að segja stuttlega frá öllum þessum ferðalögum. Og hér kannski ágætt að nefna strax að hugtakið stuttlega sveigjanlegt. Þegar síðasti fundur sveitarstjórnar fór fram miðjan september var sveitarstjóri staddur á Sea-Trade Europe ráðstefnu í Hamborg í Þýskalandi og þar áttu fulltrúar Múlaþings samtöl við fulltrúa skemmtiferðaskipafélaga, bæði núverandi viðskiptavini hafnan okkar og vonandi verðandi viðskiptavini. Það var heldur þungt hljóðið í viðmælandum okkar á þessari ráðstefnu enda nýbúið að tilkynna breytingu á nýju innviðagjaldi á skipin sem féll ekki vel í kramið. Múlaþing hefur ásamt öðrum sveitarfélögum sem eiga hagsmuna að gæta verið ötult í að benda á alvarlegar afleiðingar þess að gjald á skemmtiferðaskip verði of hátt og þá ekki síst ófyrirsjáanleika sem að hefur verið í innleiðingu á þessu gjaldi. Ljóst að það stefnir í mikið tekjutap fyrir hafnir Múlaþings og ferðaþjónustu aðila sem að þjónusta þessa ferðamenn en miðað við bókunarstöðu í höfnunum þá horfum við fram á 43% samdrátt á næstu 2 árum. Þar hefur afnám tollfrelsis á svokölluð leiðangurskip einnig mikil áhrif. Eftir samtal við bæði þingmenn og nú síðast við efnahags- og viðskiptanefnd í gær, þá treystum við því að þessar ákvarðanir verði endurskoðaðar svo landsbyggðin verði ekki fyrir alvarlegu höggi af þessum völdum. Eftir heimkomuna frá Hamborg lá leiðin í Skagafjörðinn, en þar fundaði sveitarstjóri ásamt fjármálastjóra og skrifstofustjóra Múlaþings með kollegum okkar frá Skagafirði, Borgarbyggð og Norðurþingi, en þessi sveitarfélög hafa lengi haft með sér vinnabandalag og deilt þekkingu sín á milli. Fundir sem þessir eru afar mikilvægir og margt sem við lærum hvert af öðru. Sömu ferð nýtti sveitarstjóri til að koma við á Akureyri og taka þátt í morgunverðarfundi Samtaka íslenskra sveitarfélaga í tilefni 80 ára afmælis samtakanna, en á fundinum var fjallað umhverfi kjörinna fulltrúa og sveitarstjóra í víðum skilningi. Í þessari sömu viku, sem var 3. vikan í september, fór fram haustþing SSA á Vopnafirði þar sem sveitarstjórnarstigið á Austurlandi sendi frá sér skýrar ályktanir til stjórnvalda með ákalli stuðning í þeim málum sem brenna á Austfirðingum. Þar voru samgöngu og innviða uppbygging ofarlega á blaði líkt og oft áður og farið fram á að gefi verði verulega í til að styrkja byggðir og samfélög hér á Austurlandi svo þau megi halda áfram að vaxa og eflast. En ferðalögunum hvergi nærri lokið. Vikuna eftir haustþing fór sveitarstjóri til Reykjavíkur til að eiga fundi með Klía, samtökum skemmtiferðaskipa og þingmönnum til að reyna að hreyfa við málum innviðagjalds og afnáms tollfrelsis. Þá fór sveitarstjóri einnig á fundi í fjármálaráðuneytinu vegna sömu mála með fulltrúum frá Hafnasambandinu og fleiri bæjar og sveitarstjórum sem að eiga hagsmuna að gæta. Þar var okkur vel tekið sem á fundi efnahags- og viðskiptanefndar í gær svo að við bindum vonir við að þessi samtöl skili sér í auknum skilningi á málinu og að breytingar verði gerðar. Ljóst að þegar hefur hlotist skaði af og við verðum með færri bókanir skipa að minnsta kosti á næsta og þarnæsta ári en vonandi náum við að snúa þeirri þróun aftur við enda eru þessar skipakomur kjölfesta í tekjum Hafnarsjóðs. Mánaðamótin september-október fór sveitarstjóri ásamt sviðsstjórum sveitarfélagsins í heimsókn til sveitarfélagana Akranes, Hvalfjarðarsveitar og Borgarbyggðar. Þar mynduðum við góð tengsl við kollega og skoðum spennandi framkvæmdir í þessum sveitarfélögum. Ferðin var afar gagnleg og okkur var sérlega vel tekið í öllum sveitarfélögum þrepur. Við tók síðan fjármálaráðstefna sveitarfélaga á vegum Sambands íslenskra sveitarfélaga en sú ráðstefna er einn af hápunktum í lífi sveitarstjórnarfólks á hverju hausti. Ráðstefnan fór sem fyrr fram á Hilton Nordica Hotel í Reykjavík og þar var margt fróðlegt sem kom fram, bæði frá þeim sem fluttu erindi, en einnig í óformlegum samtölum sem fólk gat átt á göngunum og eru oft ekki síður mikilvæg. Þá er loks komið að síðasta ferðalagi þessa tímabils en sveitarstjóri er nýkomin úr nokkra daga ferð til Noregs á vegum Sambands sjávarútvegssveitarfélaga á Íslandi sem var farin til að kynna sér lagareldismál í Noregi. Ástæða ferðarinnar var meðal annars undirbúningur fyrir nýtt frumvarp lagareldi sem hefur verið boðað á vorþingi og kemur til með að verða stórt hagsmunamál fyrir sveitarfélagið. Það voru sveitarstjórar frá 9 sveitarfélögum sem fóru þessa ferð en öll hafa þau lagareldi innan sinna raða eða fyrirhugaða uppbyggingu. Við hittum meðal annars fólk frá sambærilegum samtökum í Noregi og fræddust þeirra helstu hagsmunamál og fengum góðar ábendingar hvers þarf að gæta að þegar nýtt frumvarp fyrir undirbúning. Þá heimsóttum við sveitarfélagið Ålesund
og hittum þar bæjarstjóra og aðstofabæjarstjóra auk framkvæmdastjóra viðskiptaráðs á svæðinu. Það var fróðlegur fundur og ljóst að það mikið af sömu málefnum sem að glímt við sikkur með við hafið. Ýmislegt annað hefur drifið á daga sveitastjóra síðustu vikurnar inn á milli þessara ferðalaga og þar ber fyrst að nefna góðan fund með kjörnum fulltrúum Múlaþings og þingmönnum kjördæmisins í kjördæmaviku. Þar áttu fulltrúar Múlaþings milliliðalaust samtal við þingmennin okkar og bringdum þá til góðra verka í okkar þágu. Þá funduðu kjörnir fulltrúar ásamt sveitastjóra með stjórn og framkvæmdastjórn RARIK fyrir skemmstu og þar voru rædd hagsmunamál sveitafélagsins ekki síst þegar kemur að jöfnun raforkukostnaðar í dreifbýli og ólíkum skilgreiningum RARIK og sveitafélagsins á því hvað telst til dreifbýlis. Það áhugavert samtal sem er hvergi nærri lokið. Fleiri fundi er vert að nefna, til dæmis með þjónustusamfélaginu á Héraði, fundi í tilefni af gulum september með geðlestinni og kynning fyrir félagskonur í FKA á Austurlandi. Þá stóðu sveitastjóri, fulltrúi atvinnumála og deildarstjóri menningamála fyrir opnum viðtalstímum á Djúpavogi í gær sem nýttust í góð samtöl með íbúum og fleiri strýkir fundir eru fyrir hugaðir í sveitafélaginu. Þá er rétt að nefna aðra viðburði sem sveitastjóri hefur tekið þátt í en þar má nefna aðkomu að virkniþingi fyrir eldri borgara sem haldið verið á Egilsstöðum í tilefni Evrópsku hreyfivikunar og svo þáttaka í BRAS, menningarhátíð barna og ungmenna á Austurlandi með því að bjóða upp á kvöldsögu fyrir börnin í sundlaugum Múlaþings en þeim hring var einmitt lokað hér á Djúpavogi í gær með lestri í lauginni. Sveitastjóri var viðstaddur opnun haustsýningar Sláturhússins sem er einkasýning seiðfiska listamannsins Línusar Lóman en sýningin stendur til 11. nóvember og óhætt að mæla meinleiti. Þá var sveitastjóri einnig viðstaddur frumsýningu á leikverkinu Óvitar eftir Guðrúnu Helgadóttur í uppsetningu leikfélags Fljótsdalshéraðs en það verk hefur lengi lifað með þjóðinni og skemmtilegt að segja frá því að það var frumsýnt af 2 áhuga leikfélögum sömu helgina, annars vegar á Egilsstöðum og hins vegar á Sauðárkróki. Leiksýningin er hinn besta skemmtun fyrir alla fjölskylduna en síðustu sýningar eru áætlaðar komandi helgi. Ekki er annað hægt á þessum árstíma en að nefna þó vinnu sem hvað hæst stendur þessa mundir en það er fjárhagsáætlanagerð sveitafélagsins fyrir næsta ár. Sú áætlun verður tekin til umræðu á fundi sveitastjórnar í nóvember til fyrri umræðu og er á lokametrónum í undirbúningi hjá starfsmönnum sveitafélagsins og kjörnum fulltrúum. Meðal verkefna sem eru á döfinni er fundur með ráðherra menningar, nýsköpunar og háskólamála til að ræða stöðu menningarmiðstöða á Austurlandi ásamt sveitastjóra Fjarðabyggðar og framkvæmdastjóra Austurbrúar, byggðaráðstefna Byggðastofnunar í Mývatnssveit og vinnufundir hjá annars vegar starfsfólki stjórnsýslunnar í Múlaþingi og hins vegar stjórnendum í Múlaþingi. Þá má nefna að framundan eru dagar myrkurs með fjölmörgum viðburðum allt Austurland og einnig viðburður á bókasafni Fljótsdalshéraðs í tilefni af kvenna ári. Þá er ekki fleira að sinni og ég þakka áheyrnina. Við erum þá komin hér að leiða lokum. Leiði númer 22, síðasti leiður dagsins í dag, er hér laðið fram til kynningar og ég held að segja að fundi slitið.